Takk, velkomin á 47. fund í Bráði Vesturbæjar. Við erum með langa og fullbókaða dagskrá hjá okkur í dag. Við ætlum að byrja á flugumferð í Vesturbæ og það erum við mikið að spá í hljóðvist og hljóðmengun. Þá erum við með tvo gesti sem ætla að kynna fyrir okkur og þau vilja kannski kynna ykkur fyrst. Ég er Vilborg Magnúsdóttir, öryggis- og gæðastjóri í Seltjarnarnesflugvalla. Og Aðalsteinn Leifsson, fagstjóri flugleysu og flugvöllum hjá Isavia. Viljið þið byrja með að kynna eitthvað eða hefur þið bara fara beint í að spyrja eða eitthvað með ykkur? Eins og við ræddum í aðdraganda fundarins þá fengum við ekki alveg að vita fundarefni fyrir hann. Þannig að ég held að kannski best að byrja það til einhver atriði sem að á ykkur svona brenður. Og aðdragandinn fyrir okkur er að við höfum tekið mikið eftir því að flugumferð hefur aukist í Vesturbæ og sérstaklega þyrluflugum og mikið á útsýnisflugum og þá meðfylgjandi læti. Fyrst vorum við bara að hugsa tölur og það eru nokkrar tölur í skýrslunni sem var komið inn með fundargögnunum en það búið að fjölga mikið í flugum síðustu 2 ár líka. Ef við með einhverjum svona tölur. Sko, allan að ef við bara tölum þyrlunar, þá er að því að í þessari mælingu, nýjastu mælingunni, þá er svona fyrsti fasi af þessu gosi. Mælingu eða reikningu? Það er mælingar á Mælingar á desibelum og svo er líka ekki talað um flugumferð í skýrslunni. Og ég var náttúrulega bara að sjá skýrsluna núna við það, það er bara brunni gegnum hana. Og þegar ég var að brunni gegnum þá sé ég eitt hérna kort og það er sem sagt niðurstöðu reikningans. En tafla 9 á blaðsíðu 14. Já, það er fjöldi. Það er fjöldi þyrlu. Já, bara vegna þess að þú vísaðir í sem sagt flugmælingar. Já, þegar þessi mælingar gerði fyrir þessa skýrslu, eins og ég skildi það, og ég held að komið fram í skýrslunni, að það var fyrsta svona þyrlu eða gosumferðin, bara 2020-2021 sem að nær inn í þessa skýrslu, að minnsta kosti. Og það hefur ekki verið umtalsverð fjölgun eftir það. En hún hefur vissulega á síðustu árum, hún er mikil, það er svona að segja það. Eða fjöldi þyrlna hefur fjölgað. Já, kannski áberandi einmitt frá því að þessi eldgos byrjuðu þarna á Reykjanesi 2020 og það var svona áberandi aukning. En þetta er reiknaður hávaðið út frá gögnum hvaða vélar eru á ferðinni og með hvað mótora og svoleiðis, þannig að þetta er ekki raun nema kannski einhverju litlu leyti hávaða með desibela mæli eða eitthvað. Ég er bara tekið eftir í ákortinu og þetta myndi 4, kafla 5.1. Þá kemur einmitt hljóðspor, en þetta tilgreinir ekki raunverulega flugumferð vegna þess að flugumferðin sveigir oft af þessum beinu aðflugs- eða flugtaksstefnum og sem inn í byggðina. Það er raunverulega stór hluti af. Já, og það er kannski eitthvað sem hefur alltaf greist með þessum þyrlum að þær vilja beygja þá aðeins kannski fyrir heldur en að sýnt þarna þessu korti einmitt þarna í eldgosum. En það eru líka jafnvel að nota að miklu leyti kannski þær brautir sem er stysta flugleið bæði inn og út. Það eru kannski minna að fljúga yfir miðbæinn ef veður og annað býður upp.
Má ég koma með nokkur spurningar? Ég myndi þó nokkrar spurningar, við höfum líklega að bara kvarta okkur af á einhverjum tímapunkti. En kannski fyrst að vera áhugavert að vita bara ykkar upplifun af hvernig þið fenguð upplýsingar þennan fund. Hvers var ætlast til af okkur? Vegna þess að bara svona fyrir gagnsemi kynninga á fundum, þá velti fyrir mér hvernig við getum best gert þetta, hvaða upplýsingar þið myndu vilja fá og hvernig þetta horfði við ykkur. Fyrir okkur sko, fréttum við að það var meira ræða sem við höfum rætt hérna á fundi flugumferð. Þá var athugað hvort við kemum fengið einhvern til þess að ræða við okkur. En síðan var bara hoppaði það bara inn á. Þeir gátu ekki allir við því að koma á síðasta fundi? Nei, síðan hoppaði það bara inn á dagskrá hjá okkur og þá vitum við þetta ekki hver er að fara að koma. Nei. Og væri volið fínt sko að við gætum komið upplýsingum til ykkar og sem þegar þið fáið óskum að koma hingað, hvaða upplýsingar fáið þið? Ég fekk í rauninni bara afrit af fundarbóðið sem að Það var bara koma og ræða málið. Við vorum í sambandi við þess aðila vegna þess að viðkomandi er farin í því og sendi sína svartinn til að koma hér og ræða bjóðist í Vesturgarð. Ég er svona velta fyrir mig hvort við getum mögulega bara til að létta líf okkar allra gert þetta samtal einhvern veginn gagnlegra. Ég hafði svona væntingar til þess að vera kannski að halda áfram með einhverja umræðu sem að væri í gangi til dæmis hvað er búið að gera til þess að reyna að minnka hávaða og ég veit tel mig vita að það hafi verið rætt hérna áður sko. Talin upp nokkur atriði og það eru nokkur atriði sem við getum bætt við sem hefur verið gert núna í vetur eða í vor. Svo er bara, kannski að ræða bara þetta opið hvaða fyrir ykkar upplifun og hvernig og ykkar kannski væntingar líka okkar, hvað ég segja, möguleika til þess að hindra umferð eða eitthvað annað. Þá kannski vera aðeins takk alveg fyrir þetta, aðeins upplifun sem ég var við annars sem íbúi og sem líka bara það sem ég hef heyrt fólk tala er að einmitt sko í kringum, það hefur náttúrulega bara verið hægur og stígandi í umferðum flugvöllin sem við kannski tökum minna eftir, sem allt í henni kemur gosið og þá kemur alveg rosalegur bratti fólk finnur fyrir mikið í flugumferð og það er kannski meiri hávaði af þyrlunum og það er líka kannski taka skarpari beygjur yfir byggð og þá fer fólk að finna svolítið fyrir þessu. Það er enda ekki alveg rétt vegna þess að Nú er ég bara að tala upplifun sko. Og þarna kemur þetta sem að, ef ég fæ kannski aðeins að tala upplifuna og sem var einmitt gaman að heyra sem fyrir en þá er það svona einmitt tilfinningi svo að þarna er eitthvað að aukast en við sjáum kannski ekki endilega hvað það nákvæmlega og það verður gaman að vita einmitt bara ítörum hvað er að gerast hver er stefna ykkar varðandi þetta ég fór upp að spyrjast fyrir ég man í hvort það ekki fyrra þá var einhver umræðum þetta og borgarstjóri þáverandi vísar sem þetta heilbrigðis eftirlitsins Reykjavíkur og ég hef samband við þau og þau svona við erum ekki með eins og viðmið en þú getur haft samband við Isavia þá er sem þetta form hjá Isavia þar sem hægt að tilkynna ónæði en það form hef ég bara fengið í þessum hlekk, ég hef ekki fundið enn sérstaklega aðgengilega. Og þá væri svona ýmislegt sem væri gaman að vita hvernig er ykkar sýn á það þeirra samtal. Finnst ykkur, eru þið að fá margar tilkynningar, eru þið að fá fáar, myndið þið vilja fá fleiri, myndið þið að fá ítarlegri. Og sen hefur svona nokkar spurningar bara regluverk og umsýslu. Ég sendi post á samgöngustofnun og þau sem komið einhver svona svörum bara svona hvað reglur væri gildi og þetta er bara svona eitthvað sem maður hefur fundið. Það væri gaman að vita þær reglur
sem gilda flugumferð eru þó aðalega bara þetta ekki undir 1000 fetum, 300 metrum nema í flugtæki eða lendingarvísa. Það er svona almenna reglur yfir byggð að halda að minnst 1000 fetum. Já, almennar reglur eru undantekningar. Það eru settar jafnvel stundum auknar kröfur. En til dæmis í Vesturbænum þá væri þetta eru reglurnar í það. Jú. Þá er svona velta fyrir mig hvað telst svona eðlileg flugtak. Þá er einmitt af þessum kortinu með útreikningunum að þá gert ráð fyrir fólk sem bara taka á loft beina stefnu. En það er mjög oft. Sakka upp á fyrirgefin skjáin, einhvern hlut af þessari skýrslu eða til að vísi mynd, sko, það er gott. Já, getur þú sett upp skýrsluna? Nei, sko, það er ennþá tónar á skýrslunni. Já, ok. Já, þannig að það má ekki varpa því, já. Ég sýndir henni hérna. Já, það er ekki síðan eitthvað svona mér, sko. Já. Ef ég má kannski svara í mildinni með þessa upplifun af aukningum fyrir það, hún er ekki. Ok. 2019 minnir mig, þá kom talsverð lægð í umferð á Reykjavíkurflugvelli og hún hefur haldist nokkuð kannski hægt upp á við síðan, fór úr það bil 57-8 upp í 60.000 hreyfingar á ári og var í fyrra ef maður 45.000. Og mögulegt bara áhrif á því að fólk meira heimaviðir í faraldri eða eitthvað svoleiðis. Hugsanlega. Meira heimaviðir, meira umræðin í flugvélum, eitthvað sem taka meira eftir. Það var svona eina áhrif. Byggðin komið nær. Já, og það kannski kemur líka fram í skýrslunni að á viðmiðunartímabilinu 2013 minnir mig hafi verið fyrra tímabilið og 2022 þá eykst fjöldi íbúa sem verður fyrir áhrifum af hávaða. Það er alveg í takti við að íbúðir þessi þéttingu byggðar í kringum flugvöll. Hvaða svæði verður það á? Það norðaustan flugvallarins, á valsvæðinu svo fyrir það. Sem það ekki inn í Vesturbæjarins? Nei, það er 102. 102. Já, Vesturbæjar er ekki allur, en 102 er hlutur til í Vesturbæjar og hlutur til í miðbænum líka. Og svo í Kópavogi, sem heldur ekki. Nei. Svo er Vesturbæjar hefur orðið lítil þétting nálega flug enn sem komið er. Þetta á háskólasvæðinu. Já. En þá er ég velta fyrir mér einmitt sem bara við fórum aðeins skilning ykkar á því hvað er svona eðlilegt fluglag. Og er þetta svona eitthvað sem að mögulega væri hægt að vinna með að í stað þess að það sé byggt inn í byggð að þá sé bara setja einhvern svona verklagsreglur það er ákveðnar verklagsreglur sem eru bæði gamlar og nýjar. Ein af þessum gömlu verklagsreglum er að beygja ekki við flugtak til norðurs fyrir við ákveðin hæð. Í hvaða hæð er það? 1000 feet. Ok. Og svo er líka af brautinni sem að snýr til vesturs við flugtak þar að beygja þá ekki fyrir 800 feet. Ok. Er eitthvað eftirlit með þetta? Ekki af hálfu Ísafjarðar. Væri hægt að vera með eitthvað eftirlit? Það væri hægt að gera einhverjar, ég skoða kannski gögn en við erum kannski ekki með. Það er ekki heldur okkar hlutverk í rauninni að hafa eftirlit með þessu. En þá líka bara hlutir að hægt? Einhver svona lögaðlið þannig. Ísafjarðar er þjónustaðir. Ég bara hugsa framkvæmd aðeins ef við bara tökum það lengra, þá er alltaf bara með sjónrænt mat, er það ekki á? Hann er komin upp í 800, hann er komin upp í 1000.
Eða hann undir því sem Það þegar beigir. tækni sem getur mætt þetta. Það Það verður að vera ég átti mig ekki á sem Þeir hljóta bara að sjá þetta líka á mæla. Kannski aðeins það, nema þú viljir aðeins. Ég vildi kannski bara bæta við eitt af því sem við höfum verið að breyta, sérstaklega með þyrlurnar, til að minnka áhrif á háa þeim, að biðja þær að taka brattara brottflug og brattara aðflug og fara sem fyrst í 2000 og lækki sem seinast úr 2000 myndi lengur. Þannig að það verið að hækka þau viðmið þarna 100%. Það kannski mestur háa af þyrlunum, en eftir ég byrjaði að fylgjast með þessu, þá virðast þyrlurnar reyndar vera svona þyrluflugi sem upp til hópa bara túristaflug, að þau virðast vera svona ábyrgðar mestu aðalirnir. Þau bara fylgja sínu ákveðna trakki og það er bara mjög konsistent. En það er kannski frekar með undarlega flugið er svolítið mikið bara einkaflug, virðist vera. Cessnur og þessar Diamond-vélar, það á stundum verið að taka okkur undarlega sveiga. Það var slysað sem ég tekið núna bara í vor. Það er einhver flugur sem tekur svona 10 hringi yfir Vesturbæinn. Það er ekki bara það eins og ábyrgðin sem fylgdur aðstöðuna. Sem ég hef sett inn ábendingar til Isavia. Samgöngustofa virðist ekki hafa neitt neina gáttiða form til þess að tilkynna það. En ein leið til að fylgjast með að það sé sama flugvélin en ekki eitthvað annað er að það er eitthvað svona ADS-B-kerfi. Ég kannast ekki við. Okay. Ég kannast lítið við það en það er hægt að fylgjast með á einhver svona vefsíðum hvar flugvélar eru og það er svona gloppótt hvort að vélar séu að nota þetta. Það er ekki reglur, það er reglur að all flugvélar þurfa að vera með þetta yfir einhvern ákveðni stærð. Vitið hversu algengt er að flugvélar séu með þessi tæki? Það er frekar óalgengt í þessum geira sem að þú nefndir. Þetta er mjög dýrbúnaður sem að getur kostað kannski á lítið fólk til eitthvað slíkt. Það er mjög fáir sem að ráða við að kaupa svona búnað í sína flugvélar af svona í einkaflugi. Hefur tilfinningu fyrir hvert stórt hlutfall þetta er? Ég veit það ekki. Ég var við höfum verið að ræða þetta við í Samgöngustofu að setja tvö svona búnað í vél og þeir hafa haft það til skoðunar hjá sér að gera tvö vélar sem í blindflugi. Áætlunarflugi í blindflugi. Án þessa er einhver leið til þess að mynda eða sjá hversu hátt flugvélar eru að fljúga? Ég bara hef ekki alveg teknilega þekkingu á því hvaða svona fluggögn við getum skoðað til að sjá þetta svona fyrir alla. En fyrir þá sem eru með þetta veit ég að við getum skoðað. Það er bara að spyrja eitt, er ekki flugumferðarstjórn einhver leyti að stýra þessu lendingu og flugtöku? Er það ekki, þeir hljóta að þurfa að gera það með allar litlar og stórar og allavega, er það ekki? Jú. Já. Þannig að þeir hljóta að hafa einhverju upplýsingar Þú kannski ferði gegnum ferlið með okkur. Nú kemur flugvél til lendingu og hún væntanlega kallar þig inn. Í rauninni þessi ferlar sem eru notaðir til flugtakslendinga og sérstaklega kannski til lendinga, þeir eru hannaðir eftir forskrift frá ICAO, Alþjóðaflugmálastofnuninni, og mega vera ákveðið brattir og það er ætlast til þess að þeir séu hindrunarlausir og svo framvegis og það er rauninni þau viðmið sem að okkur ber að nota við hönnun á þessum ferlum og og það er bara rauninni bundin af þessu alþjóða forskrift sem að setur fyrir það hvernig
það er. Já, nú er ég kannski frekar að hugsa sko að þið náttúrulega setjum upp bara ákveðna innviði og ákveðna struktúr, verkferla og flugferla. Já. En ef ég er að koma til lendingar og ég kalla mig inn, fylgist þið eitthvað með því að ég sé að fylgja þessu? Ég er náttúrulega bara að leita af þessu og einhverjur einhverjum sendingar til þess að ég Það er ekki beinlínis verið að mæla nákvæmlega hvort að þú sért á þessum aðflugshalla sem er útgefin eða eitthvað slíkt sko. En þá er ég líka veldur, er yfir höfuð hægt að fylgjast með þessu? Eða væri, ef það er ekki svona einhver staðsendingarbúnaður í vélunum og þið eru ekki með einhverjar þríhyrninga mælingar á flugurunum, að þá svona í raun og hafið ekkert í höndunum. Það er rauninni mjög takmarkað eins og tækjabúnaðurinn er í dag. Já, svo í raun og þá er það ekkert annað en bara bragurinn af menningin hjá fólkinu sem er með flugvöllin, hvort það sé verið að fylgja þessum verkefnum eða reglum. Þannig séð. Eins og þessi flugur sem við talar sem hefur verið að sveim, ef það er eitt dæmi, þá er þetta flugumferðarstjóri ekki rétt sem það segir. Flugumferðarstjóri hefur enga möguleika á því að það er bara ekki hans verkefning að fylgjast þannig með henni og hún er komin út fyrir hans verksviðir þessu dæmi. Og ykkar verksviðir bara að sjá flugtak og lendingar, ekki samt eftirlit með þeim flugurum sem er að fljúga yfir. Nei, við erum ekki eftirlitsaðir, en við stjórnum umferðinni þannig það gæti verið gefin fyrirmæli til dæmis til flugmanns vegna umferðar eitthvað slíkt að taka hring á einhverjum stað. Kannski ólíklegt að það er 10 eins og þú nefndir, kannski 1 eða 2 og meðan að einhver önnur vél er að athafna sig. En það flug væri þá ekki yfir flugvöllunum heldur sem einhvers staðar fyrir utan einhvers staðar? Jú, það er svona aðeins til hliðar. Gæti hugsanlega verið vestur af vellinum eða einhvers staðar í nágrenninu einhvern hentugan punkt sem að flugumferðarstjórinn þá velur hverju sinni. Ef ég er að fljúga yfir flugvöllin, þá er hann íbeygður og ég verð að vera yfir 1000 fetum. Ef ég flýg yfir flugvöllin 600 metra hæð, 600 feta hæð fyrir ég, þið eitthvað gert? Það er ekki heimild. Nei, ég er bara að segja, ég er bara að fljúga hérna yfir borgina. Í 600 fetum? Já. Ég myndi mér að flugumferðarstjórinn myndi gera athugasemd og við sérstaklega svo mikið niður fyrir. Já. Mögulega er þetta ekki bara aðtökkaskapur. Það er ekki sem er spil sem prínsmenn. Nei. En hann hefði væntanlega heldur enga leið til þess að raunur sína fram á að þetta hefði verið bóð. Það væri bara orð á móti orði eða eitthvað. Og flugumferðarstjórinn sér ákveðin gögn á radar og hann sé ekki með ADS-B og hann sér cirka hæðina á flestum fjöllum og í svona tilfellum þá gera með NATO-sendir en kannski er ekki að kæra menni fyrir. Það væri svona vinsanlegt hann við hringið í hann, dotta á byggðanum að... Já, eða bara, heyrðu, þú ert hérna of lágt, þú vinsanlega haltu hægt. Já. En svona radarinn, hversu nákvæmlega... Og jafnvel var hérna, þá spurði, er eitthvað að hjá þér, hvað heldur ekki hægt? Já. En þetta, hversu nákvæmt er þetta tæki og hversu langt nær það? Og það er notast hérna við ratsjá sem er í Keflavík og er nær á þokkalega takmarkað en samt ágætlega hérna yfir höfuðborgarsvæðinu. Og þegar þið eru að fylgjast með flugumferð með ratsjá, þá er það ratsjá sem er stödd í Keflavík. Já, þessi ratsjáin er í Keflavík, lofmyndið. Flugumferðarstjórinn í tölkunum hérna er með skjá sem hann er reyndar ekki alveg að horfa á og vakta
eins og flugumferðin sett upp í svona flugturnum að þar verið að horfa út gluggann og stjórna umferðinu með þeim hætti. Ekki svona eins og sér við í bíómyndum þar sem menn með einhverja punkta á skjánum til að stýra. En þessi skjár sem upp í turninum hér, hann gefur svona hugmyndum staðsetningu og svona gallamönnum að kannski finna þessi ávar þarna. En nákvæmnin í rannsókninni í þessari fjarlægð getur kannski ekki sagt í hversu mikil hæð. Nákvæmnin alveg þokkaleg sko, Okay. en það getur verið sem sagt að hún sýnir ekki samt alveg rétta beygjur og svo framvegis strax. Þetta logga? Þetta til í einhverju leyti í gögnum hjá. Aðeins með þessar ónæðis ábendingar, vitið ykkur sem margar þið hafa verið að fá? Já, við erum bara með það sko, en ég er ekki með það hjá mér okkur núna. Okay. Við erum með skráður yfir. Það sagði hvað ég kemst sér. Ekki mjög. Stærra gráða, þetta tekið saman reglulega? Hvernig verður það úr þessu? Og heilbrigðiseftirlitið mónitora þetta líka með okkur, þeir byggðum þessu gögn og en við erum með þetta skráð sem á að gögnum og heilbrigðiseftirlitið fylgist með þessu. Svona ballpark, hversu margar ábendingar eru að fá á árið? Ég bara manna ekki þeim hefur samt fjölgað. Þetta 100.000? Við getum ekki tengst netinu það, við getum flættið upp sko. Nei, þetta er einhverjum tugir. Einhverjum tugir? Já. Hefur það eitthvað breyst? Já, það er bara orðið aukning sko. Og já, sko, ég gæti flætt upp bara hér ef ég kemst inn á neti. Það er eitthvað gestanet held ég. Það er gestanet, já. Farið inn á það. Við þurfum að nota byrjulega hotspotið úr símanum. En já, ég skal bara fletta yfir stofast, en það hafa alveg, þeim hefur alveg fjölgað umtalsvert. Þetta er svona, ég held að við getum alveg verið saman það að þyrluumferðin hefur bara orðið svona fyrirfara meiri. En með þessa skýrslu, af því að hún er sömu aðferðafræði, milli þess að skýrsla líka 2014. Og núna, skýrslu eftir að tala eplur. Já, þess að eplur sama aðferðafræði, þannig að það er greiðlega verið betra saman eplu og epli, en það er, og það er svona lækkar 1 desibel, sko. Þannig að á hljóðstyrk, þannig að og náttúrulega eins og segi, það er ekki fjölgun á flughreyfingum eins og en vissulega vitum við það og upplifun er svo að þyrluumferðin virðist vera meiri. Þessi skýrsla, getur við fengið 14 skýrsluna líka? Ég bara get ekki svara, ég bara, nú er ég bara svona... Já, þetta er bara heilbrigðisrétt. Það er það sem við höfum sagt við mig hljóðum. Er það heilbrigðiseftirlitið sem að... Þeir hljóta að hafa hana. Já, þeir hafa hana. Það er þeir sem að taka ákvörðun af hverju eða hvort og þurfa að vera á henni trúnaður eða ekki. Vitum við af hverju það er trúnaður á henni? Ég get ekki svaraði. En það var kannski þetta óska eftir því að hún veri aflétt? Já, sko, þeir eru raunverulega búin að úrskurða það með þetta. Þeir sögðu það í tölvupósti að það mætti gera það sem til gullskýrsluna af því að það eru þeir sem taka ákvörðun það. En við mögum sem það ekki byrta efni úr henni? Já, sko, ég þarf bara athuga það hvort að hún verði bara að gera opinber eftir fundin, bara lögum við setjum fund að gera nút. Það væri mjög vel. En við erum alltaf með trúna meðan að áðurinn við förum inn á fundin og meðan við erum á fundin. Getur við óska líka eftir 2014 skýrsluna? Já, það er í samanbyrðin. Svo þegar við tölum skýrsluna, þar meðal annars tekið fram hvað margir íbúar sem verða fyrir læti og að hávaða. Eru þær tölur uppfærðar
í grunninum. Ég sé á kortinu að húsið mitt ekki á kortinu. Það var vissulega til 2018, nei 2002. Já, ég vil ekki svara fyrir kannski að þetta er bara það sem gerir skýrsluna. Svo það hefði kannski verið ágætt, nú veit ég ekki hvort að það var veiti fundur með heilbrigðiseftirlitinu og Eflu, þar sem þessi skýrsla var kynnt rækilega, þannig að ég get ekki kallað þetta fram hérna af því ákveð að taka ekki tölvuna með mér, bara get ekki kallað þetta fram í þessum gögnum sem ég er. Ætti þú að spyrja eitt í viðbót varðandi tilkynningarnar. Hvar finn ég yfirblöðið? Sko, þetta er bara rafrænt eyðublað, eða þú veist, rafrænt tilkynning. Já. Og það er eins og með aðrar vefsíður. Maður finnur ekkert nema að maður sérstaklega viti hvað það er. Já. En ég get sýnt þér eftir. Þetta er Ísafjörður.is. Ok. Þú getur farið í Ísafjörður.is og valið til þess Reykjavíkurflugvöllur. Og þá er ég að velja Reykjavíkurflugvöll. Ég fann það að senda þér eitthvað. Fannstu þetta? Fannstu þetta? Já. Ég er bara að leita og fann þetta ekki. Nei, ég get alveg skilið það einhver leiti. Þetta er það eitthvað sem er hægt að gera? Ég fann hérna tilkynningar, en þetta er ekki undir. Fyrirtæki. Þetta heitir sko, þetta heitir sko aðtökutilkynningar, eða ekki? Þetta er, tilkynningar vegna ónæðis á flugvélum. Ætti maður ekki að leita bara tilkynningar og þá kemur upp? Þetta eru öryggistilkynningar. Ég ætla að senda öryggistilkynningu. Konan? Já, maður svo hvað var þetta? Fyrirtækið? Já, þú googlaði bara, tilkynningu verið ónæðis, já. En þetta á að vera, þetta er fyrirtækið. Já. Samband. Það er kannski undir eða eitthvað svona tilkynningar, en þá er þetta fyrir eitthvað annað. Já, þá er þetta bara annar hrepp. Það er spurning hvort að verða að gera þetta aðgengilegra. Ég ætla ekki að lofa því að það er móðurfélagi sem stýrir þessum síðum við dótturfélagi saga, þannig að ég get ekki lofa því. En ég skal finna, við skulum aðeins bara, það var ágætið að kæma upp svona punktar frá punktunum. Við erum svo að tímamörkunum fyrir þannig lið. Þetta er bara búið mjög gagnlegt. Já. Það hefur umræðinni, bara að það komið fram, það hefur umræðinni að til dæmis að það hefur ónæði að það er þetta unit sem er notað til að starta upp flugvélum, það er svona dísildrifið. Það hefur verið að finna leiðir til þess að gera það rafknúið og það þýðir bara rauninni það er alltaf í vinnslu en það er ekkert í hendi ennþá af því að þetta þýðir bara aukið fjármagn til flugvélum og Ísafjarðarinn svona sem framan basically staða. Kannski aðeins út af þessari skýrslu þá er það þannig að heilbrigðiseftirlitið hefur engar athugasemdir við að Ísafjarðar afhenda skýrsluna, þannig að það er Ísafjarðar sem afhendir hana eða hafi hana aðgengilega á heimasíðu, þannig að það er þá ykkar að útvega eldri skýrslu, það er ekki heilbrigðiseftirlit, það hefur að vera ykkar. En nýju skýrsluna? Nýju skýrsluna fengi ekki senda frá ykkar frá Viðari. Hann sendi mér hana, ekki heilbrigðiseftirlit, en hann hins vegar óskar eftir því að heilbrigðiseftirlit segir hvort að það megi gera skýrsluna aðgengilega. Ég get ekki alveg svaraði fyrir með þessa eldri skýrslu. En Viðar hefur sent mér hana. Þess vegna setja ég hana þá strax inn á síðunni. Þetta er ekki bara, já. Ertu með eldri skýrsluna? Þessa skýrslu sinni nú. 22. Það er bara það sem ég er með. En kannski ótengt skýrslunni sjálfu, þá langar mig bara til að fara yfir kannski það sem við höfum verið að gera þetta mánuð vegna háa og út af háa kvörtunum og framvegis og bara öll fyrirtæki í dag og Ísafjarðar þar með talið vill vera umhverfisvænt og þar með talið gagnvart að reyna að lágmarka áhrif á fólk og af háa og öðru
og það sem er búið að vera að gera núna frá hausti 2024, þá var búið að setja innri sjónflugsleiðir. Það voru til sjónflugsleiðir sem að náðu á milli ákveðna stöðumiða og við borgina. Núna er búið að lengja þessar leiðir þannig að náðu alveg inn á flugvöll, bæði inn og út. Og þetta er fyrir sjónflug. Það er búið að setja þyrlurnar á sjónflugsleiðarnar, þannig að þær fylgja þeim líka sem er nýtt. Það er búið að gera bratt aðflug og brottflug þyrlurna. Þetta sem ég nefndi áðan með 2000 vettin, það er eldra en það var reyndar svona gengið svona aðeins betur frá því og styrkt við það. Síðan er búið að breyta sjónflugsleiðum að Reykjaneseldum, þannig að þær eru svona meira yfir sjó heldur en var. Og svo er búið að ræða við flugrekendur að lækka flughraða til þannig að minnki þessi sláttu sem að heyrir stundum. Sem að kemur að því að spaðinn sem er í framhrifingu er nálægt hljóðhraða og verður þá meiri hávaði því sem að þyrlan fer hraðar. Getið þið deilt með okkur þessum gögnum? Já, ég get bara sendt þér bara eftir fundin. Ég get bara sendt mér og ég myndi senda ykkur það. Já. Frábært. Og þá einmitt með þessar flugsleiðir og... Já, þær eru líka bara aðgengilegar í flugmálahandbók AIP. .is. Þegar ég með afborunni hjá mér. Já. Fyrsta bókin. Það verður fínt að við getum fengið. Hún er rafræn sko og er öllum á beinasjálfsögðu og það er bara að skoða kafla fyrir Reykjavík og skoða hvaða kröfur eru gerðar umfram þessar almennu kröfur sem við tölum á. Það er mjög gagnlegt samt að fá bara vísbendingar, ábendingum, þetta er bara þessi skýrsla fyrir okkur sem að vitum ekki allar þær skýrslur til og bækur og... Torfa litið í þessu að þetta er einhverjum. Það verður mjög gagnlegt, þú spara okkur kannski nokkra klukkutíma. Ég meina, þetta er bara þessi punktar sem ég tók saman í rauninni yfir það sem er búið að vera að gera allavega en kannski er ekki neitt í skýrslu eða minnst bara enn. Ábendingar sem hafa komið, hvaða hafa þeir leitt til einhvers? Það er bara breyttra aðflugsleiða, myndi ég segja. Ok, það er helst það. Sko, já. Síðan alltaf þetta með þessa rafvæðingu á þessum búnaði er líka verið að skoða og flugvöllurinn vill verða við því. Þannig að en við bara getum ekki lofa neina þessu stigi. Það er líka það sem er líka í gangi er líka bara það er svona þolmarkagreining sem liggur vonandi fyrir jólin. Það þýðir þá reynir bara þolmark á hversu margar þyrlur geta verið á flugvöllum. Kannski aðeins tengt því, það var eitthvað rætt að færa þyrluflugi til dæmis upp á Hólmsheiði eða þar, þá að tala það bara annað fólk sem býr þar. Við einhvern veginn heyrt eitthvað að flytja þetta suður fyrir Hafnarfjörð. Er eitthvað í típunum í skoðun, er búið að skoða eitthvað og slá því af? Það liggur svo skoðun. Þetta er góð spurning. Og ég get alltaf að fara svona út frá mínu sjónarhóli sem fagstjóri flugleiðsögur, þar sem við erum að kallar okkur vel og segstjóra og fangað og svo framvegis, að við erum ekki að segja vélum að það eiga að lenda eða vinna frá okkur stöðum. Það er svona kannski frekar meira skipulagsmál og meira samgöngustofa og flugrekendur sjálfur sem að taka það samtal. Og en eftir upplýsing sem ég hef, þá er ekki verið að vinna í því alltaf eins og er. Og það var ákveðin umræða í haust, en hún einhvern veginn hefur bara alltaf svona veitað út. Það var einmitt frekar, ég bjóst ekki við að þið værið að sinna þessu, heldur frekar bara að þið hefðið innsýn inn í... Við tökum á móti umferðinni, veitum henni þjónustu þangað sem að hún vill fara
En við segjum ekki, þetta með svél sem bara var til Keflavíkur hann er þetta á Akureyri af því að túristarnir er ekki bara til Keflavíkur. Nei, en það er svo meira samkvæmstofa sem ræði þessum meira strengir. En er einhvers staðar annars staðar en á Keflavíkurflugvelli og Reykjavíkurflugvelli þar sem að þær geta athafnað sig þessar þyrlur? Er það bara ekki þessi 2 flugvellir eða þurfa þeir miklu minna pláss eða? Það er ekki svolítið svona, þetta er svona pínu, hvernig maður svarar þessu, af því að ég held að eftirstæðalinn sem samkvæmstofa vilji hafa svolítið svona, hvað maður segja, viðurkennt svæði fyrir þetta. En þeir geta alveg lent þeir geta athafnað sig þar sem þeir vilja. Já, þetta er svona ákveðnum formum. Þeir mega lenda til dæmis á einhverjum svæðum eða þeir hafa leyfi landeiganda. Þannig að það þarf eitthvað svoleiðis til. Ég heyrti mér þetta með sunnan við Hafnarfjörð, það væri raunur bara hentugara fyrir ferðaþjónustuna vegna þess að það styttir bara flugið og það getur bara tekið á móti fólki þangað, en kannski helst einmitt bara aðgengi að eldsneyti og sem það þarf að þurfa flugskýlin hérna á Reykjavíkurflugvelli. Það er alltaf að koma alltaf nokkur sinnum. Við höfum alveg stutt við þessa hugmynd í rauninni frá okkur varðar að þetta til dæmis suður fyrir Hafnarfjörð. Þó að vélarnar kannski var að genda Reykjavíkurflugvelli á nóttunni. Stendur flugið yfir daginn á þessum stað. Að það gæti minnkað áhrif á íbúa. Það myndi hafa svona jákvæð áhrif á flugvöllin líka og umferð í kringum flugvöllin sem eru þá einfaldari. Við ætlum að láta það vera lokaorðin í þessum lið, en takk fyrir komuna og fyrir að svara spurningar frá okkur. Já, þið bara getið sagt það bara erindi, það sem vantar við. Já. Það er ekki mál, sko. Takk fyrir það. Takk fyrir. Já, sem ekki segja. Upplýsingar þetta. Já. Takk fyrir mig. Takk fyrir mig. Já, fyrir mig. Þá skulum við færa okkur í lið 2 sem er þjónustukönnun íbúa. Þar voru nokkrar spurningar sem voru lagðar fyrir hópi fólks hjá Maskínu, eða úrtak sem Maskína sáum. Erum við hérna með alla skýrsluna? Já, við erum með. Ætlar þú að kynna hana? Nei, ég ætla ekki að kynna hana. Þetta er bara fyrst og fremst sent ykkur til upplýsingar. Það er misjöfn í sem ekki hverfum hvað menn telja sig þekkja íbúaráðum vel og störf íbúaráðum. Það er náttúrulega þetta almenna svar, hefur heyrt af íbúaráðum sem er hérna eftir spurningin. Kom held í fólki á óvænta og bara það var ánægja með þetta hversu margir þekktu til og menn þekktu kannski ekki mjög vel. En svo er þetta misjafnt eftir hverfum og það er bara það er bara þá kannski áskorun fyrir suma og ánægjefni fyrir aðra hvað menn þekkja þetta vel. Þetta er bara lagt hérna fram til upplýsingar. Þú er okkur það. Hörðu með spurningar? Já, góðan daginn. Gaman að ein spurning bara tengt þessu er hérna vissi fólk hvort það var verið að tala um íbúaráð eða hérna íbúasamtök sem eru náttúrulega bara líka allt annað. Þannig að fólk var alveg 100% vissum að þetta var íbúaráð en ekki íbúasamtök sem eru vísvegar hverfin, vísvegar borgina. Það er ekki víst. Ég ger nú ráð fyrir því vegna þess að þetta er sko reynsla af lýðræðisverkefnum Reykjavíkurborgar. Já. Nú veit ég ekki nákvæmlega hvernig spurningarnar hafa verið settar fram, það er nú oft í endan, þú maður ekki nákvæmlega hvað stendur inn í því.
Þegar ég sett Já, það er eitt hérna sem vísi kannski til þess að fólk hafi kannski hugsað frekar íbúasamtökin og það er að í Vesturbæ þá er 1/3 af þeim sem hafa tekið þátt í starfi íbúaráðs eða íbúaráða segist hafa mætt á fund og við höfum ekki haft það marga gesti á fundum okkar. Þetta gæti vissulega verið í ráðinu fyrir okkar tíma. En það er já, eitt sem ég hugsa, sem ég var pínu hugsi að 34,5% af þeim 82 sem segist hafa tekið þátt í íbúaráði hafa mætt á fund í Vesturbæ. Ég get fengið sko bakgrunnsgögnin frá félögum og bara senda ykkur eftir helgi, þá kemur það fram hvernig hefur verið spurt. Já. Og ætti að skýra þetta svolítið. Varum til ég að senda þetta líka mig, hörður hérna, ég hef Já, ekki séð já. þetta. Alveg sjálfsagt. Takk. Ég held að þykir eftir því sko að þegar ég er að deila einhver inn í Facebook-hóp íbúasamtakana, einhverjum íbúaráðið, þá er það mjög gagnlegt að aðgreina þetta tvennt, þannig að það er reglulega spurningar. Svo er eitt annað sem mér fannst líka áhugavert í þessu, bara eitt annað sem lögur að nefna við tölum, og það er að fæstu í Vesturbænum hafa áhuga að hafa áhrif á íþróttamálum og áberandi færri en í öðrum hverfum. Ég veit ekki hvort að íþróttaaðstaðan sé svo mikið til fyrirmyndar í miðborg og Vesturbæ að það ætti að vera, eða hvort það er bara áhugi fólks. En það er eitt sem við getum kannski haft í huga þegar við erum að vinna með þessi mál. Þessu, já, fólk hafi ekki áhuga á... Já, áberandi lægri hlutfall sem hafa áhuga að hafa áhrif á íþróttamálum í Reykjavík. Bara viðborg sem að vinni áhuga. Já, einmitt. Ég hugsa að þetta sé, eins og maður segir, bara uppgjöf. Já, Ég held það líka. Það er stórt. Það er, hefur ekki trúið. Já, sem líka bara að það er kannski bara færri hlutfallslega sem eru að taka virkan þátt vegna þess að minna framboð. já, einmitt. Það Það var ekki áhuga og aðstöðu. Það er ekkert verið gert þarna við KR eða... Nei. Það er eiginlega að því að ég var búin að nýlega að fara í 2 svona miðstöðvar, aðra í Breiðholti Já. og hérna einhvers staðar Mosfellsbæ eða nálægt í og þetta, ég hef aldrei séð flokkbæra sko. Það getur farið Rosalegu munur síðan á KR. Hörður getur líka sagt okkur, sko, hann nokkuð sem nefnt vera fór einhver túr borgina. Þegar þú tókst myndir af íþróttamannvirkjum. Já, ég ger þetta svona á til, ég þekki flest mannvirkin nokkuð vel og hjá Reykjavíkurborg eru 2 mannvirki eða 2 íþróttafélag sem standa svolítið eftir. Það er náttúrulega KR sem er náttúrulega bara alveg grátlegt, þetta er risafélag. Og svo er aðstæðan í kringum Fjölni líka, sem er kannski ekki ykkar mál en þeir náttúrulega hafa Egilshöllin og svæðið þar í kring. En svæðið samt í kringum Fjölni er alveg skelfilegt. En svo er það bara KR sem náttúrulega skiptir ykkur mestu máli að það er alveg grátlegt hvað þeir hafa lent aftarlega þegar kemur bara aðstöðu. Er ekki hægt að gera eitthvað í því máli? Það er þetta að vinna í því. Við vorum með að skoða það á síðastu fundi, fjárfestingar áætlun. Ok. Það er alveg verið að setja pening í þetta. En það var þetta lagt fram og við getum verið með þessi gögn til hliðar þegar við erum að skoða alls konar hjá okkur og líka hvernig við erum að miðla upplýsingar íbúaráðið. Má birta þessi gögn? Já. Allt sem er ekki sérstaklega, það er þeir allt bara. Ok. En þetta er bara hljóðvísaskýrslan, hún er... Já, ég þarf að spyrja á hvort að ég megi gera þau opinbert, þau segja þetta sé að það var opinbert sem vinnuskjal, en ég veit ekki hvort að ég megi opna þetta, ég skal bara láta þetta við þetta undan mig.
Nú er ég kannski bara ekki nógu sjóaður, en ég velti fyrir mér sko hvað af því sem er inn í, rauninni kannski allt sem er inn í fundargerðinni, það er lokað nema það sem þið setið inn á opnu síðunum með fundargerðinni eða hvað. Þú getur raunverulega séð þegar þú ferð inn á fundir framönda, þá sérðu þau gögn sem eru sko opinber og það er ekki opinber. En þetta er allt saman á alltaf verið opinber. Það er náttúrulega allt svona greinargerðir og svona. Og umsóknir. Þá skulum við ljúka þessum lið og förum okkur yfir í samantekt íbúafundar borgarstjóra. Það var íbúafundur í Vesturbæ, við Martin vorum þar. Það var að fara yfir alls konar fyrst bara hvað sem er þetta besta í okkar hverfi. Við getum farið í orðaskíuna þarna. Þar og kannski zooma aðeins inn. En við sjáum þar mjög skýrt að sundlaugin er tekið fram af mörgum. Og já, hér sjáum við það sem kom fram. Þetta voru þá þátttakendur á fundinum að svara og senda inn og það sem nefnt af mörgum er stærri. Það er fyrir stærra orð fyrir fleiri sögðu það. Það má líka nefna mörg af þessum byrni sem tengjast í raun og veru, sem rýma svolítið vel bara bæjarbraginn. Svo ef við förum í næstu skíð þarna, þá fáum við það sem má bæta í hverfið. Næstu blaðsíðu. En mér finnst alveg geggjað að sjá skólahljómsveitina. Hún er líka bara, hún er rosalega flott. Þetta er Hagaskóla. Já, þetta er bara skólahljómsveit miðbær Vesturbæjar. Já. Og hún er með kjarna í Vesturbæjarskóla. Já. Og þetta er aðeins nemendur frá Hagaskóla. Já. Það eru 36 nemendur úr Hagaskóla sem eru í skólahljómsveit. Já. Þetta er hann Ingi Garðar sem heldur utan þetta og bara þvílíkt starf sem hann hefur gert sko. Hann er við 300 nemendur. Já. Við sjáum það líka ef við skoðum þetta aðrar tölur en skólahljómsveitir, þá er Vesturbæjar mjög öflugur þar. Já, það er rosalega flott sko. En það sem að bæta í hverfinu, þar sjáum við líka það sem við höfum verið mikið að ræða síðustu 2 árin. Umferðaröryggi og hjólaði gangstéttir. Þetta eru málin sem við höfum verið með á dagskrá hjá okkur svo mikið. Þetta eru alls konar önnur mál þannig líka. Ég er mjög viss að skulle ekki vera íþróttastarfi sé ekki íþróttastarfi. Já, ég segi það nú sama, það hvergi? Já, menn. Já, það er mjög skrítið. Greinilega bara fólk bara ekki draugsum. Já. Þau sem vildu segja það voru þá kannski ekki að mæta á fundin. Það má þetta segja sko, einmitt, það segir 62 svör. Manni hversu mörg voru á fundinum? 60. Voru 60? Nei, vegna þess að þetta svara, það er að setja inn nokkur sko. Já, það eru 62 sem hafa svarað og sendið. Já. Ef ég sendi 3 orð þá var það samt 1 svar. Já, en ef það er eitthvað þrennt annað sem að toppar íþróttamálin, þá er það komið fyrst. Já. Þá kemur það hvergi inn. Ef það er nummer 4 hjá öllum, þá kemur það ekki inn. En sen líka með bara að þetta var á laugardegi klukkan eitthvað og það má kannski hugsa sér sko að þessi ákveðin fylgni milli þess sko hverjir geta komið og hver eru svona með helstu hugðarefni og kannski flestum eru með krakka á fullu íþróttum voru kannski að skutla krakkanum í íþróttum. Svo það getur líka komið inn. Svo þetta er mjög gagnlegt sem svona verkfæri en við erum ekki taka þessu. Ég er margtækt fyrir það sem kemur fram en við mögum samt ekki gleyma því að það getur verið svona skuggar og blindir blettir sem við þurfum að fylgjast með. Ef við förum það er svo óvart þá er samantekt af þessu
þar sem sendur á mikla áherslu á lögð á umferðaröryggi og minnka þyrfti bílaumferð, einnig áherslu lögð á bílastæðamál og íbúakort. Íbúar voru óánægðir með fyrirkomulag bílastæðamála eins og þau eru í dag og lögðu áherslu á að vilja að bílastæðamál íbúa eru bætt. Töluverð áhersla var einnig lögð á tengingu milli hverfa og þá aðallega út á Granda ásamt bættu strætósamgöngum að Fiskislóð. Það var einnig áhersla lögð á bæta þyrfti leikskólamál og gestir nefndu að viðhald gangstétta í Vesturbænum væri ábótavant. Sem ég kannast mjög mikið við þetta bæði úr umræðinni á fundinum en líka í bara mínu nærumhverfi. Já, það er eiginlega hlægilegt. Svo var neðst sem við bara málin sem voru óskað eftir að borgarstjóri setti í forgang. Þetta bílastæðamálin og skólamál og svo almenningssamgöngur. Bara ég tel að mjög brýnt að við fáum tengingu frá 107 út á Granda. Það er bara stærsti hverfiskjarninn okkar. Það eru 3 risastóru verslanir eða matvöruverslanir og alls konar annað þarna líka. Hvernig væri hægt að tengja þetta? Strætó, bara... Já, með strætó mennum, já. Það bættri umferðar. Strætó fór í heilmikla vinnu fyrir nokkrum árum. Við tókum kannski að við vorum með fundi, þetta var 18-19 minnum við. Virkar alltaf rosalega langt síðan. Það vorum við fundi, þar sem við bara óskuðu eftir ábendingum frá íbúum, kort starfsfólk. Fólk að koma með ábendingar hvar þau vildu tengja og það var unnið heilmikið úr þessu og líka þetta svona breyttri hugmyndafræði fara út frá því að vera með strætóstoppistöðvar út allt yfir því að vera með betur skilgreindari færri leiðir það væri þá ígöngufæri en væri þá hærri tíðni og ein af hugmyndunum sem var sett upp var leið sem fer þá á milli Granda og HR-svæðin sem fyrir flugbrautina þetta en fyrir eru bara norður-suður gegnum hverfið. Vísindagarðar HÍ við með 2 viðburði tengda samgöngumálum og seinni viðburðum þá voru fulltrúar frá Strætó og þau nefndu það að þessi vinna svolítið ekki gangið satt og vonast að það verið til. Þetta kemur þetta bara til að í þessari þróun þá þarf fjármagn og stjórn Strætó hefur ekki verið að eftir ef minnum mitt er rétt og skilningurinn þá er það þau vilja fara í þessa vinnu en það er ekki komið ókei frá Strætó að klára það og það er að skoða þetta inn á vefsíðu Strætó og er eitthvað með leiðanettið sem fleipi, nýja leiðanettið það er að sjá þessar nýju leiðir, þessi margt annað sem er bara mikið til bóta, en við fáum ekki fyrir við fáum það. Flott, þá er þetta lagt fram líka. Næsti liður, 4 er líka framlagning. Það eru tillögur íbúar Vesturbæjar á fjárfestingar og viðhaldsáætlun sem við ræddum á síðasta fundi í Hagaskóla. Og þetta eru tillögunar sem við komum upp með þá og sem við vorum í sambandi í kjölfari fundarins þar sem ég sendi þá inn fyrir hönd okkar 31. maí. Þetta er í rauninni bara til að við höfum þessu gögn líka í skjalavinnslunni okkar en þið fengu þetta allt 31. maí og þegar við vorum að vinna þessu. Já, við erum eiginlega búin að ræða þetta, en það sem að ég gerði mig ekki grein fyrir það var einhverju þessi hjólastýrur á Nesvegum. Ég átti mig ekki alveg á því hvernig ég ætti að vera að koma honum fyrir, þannig að það væri til bóta fyrir hjólreiðamenn og umferðaröryggi í Nesveginn. Ég sé alveg til bóta fyrir umferðaröryggi og fyrir flæði hjólandi vegfarenda að fara með bæta við þetta niður á nesið út á grasið þar fyrir fram. Ef þú fara með þetta bara inn á Nesveginn sem ekkert voru breiður, þá ertu
það fullt af húsum sem keyrt inn og út af, bæði bakhúsum, sunnanmegin, norðanmegin segi ég, og síðan eru fullt af aðkeyrslum, innkeyrslu, bílskúrum og svo framvegis sem eru sunnanmegin. Ég sé það bara sem verulega hættu fyrir hjólandi vegfarendur og það sem eru aðra að akkanum, að ef það sett einhver hjólastígur tekið af umferðinni, tekið af gangandi umferð, sett þarna þverun á annaðhvort sunnan eða norðanmegin. Ég get orðið bara þessi útfærsla, ég sé bara ekki að hún getur orðið þannig að maður til hagspóta eða öryggisaukningar fyrir hjólandi vegfarendur. Það er mjög mikilvægt að það bara komi útfærslunni, en við erum ekki komin það langt í ferli, við erum bara að segja að við viljum þetta og svo verðum að skoða nákvæmlega hvernig það útfæri það. Já. Og ef að í þeirri vinnu niðurstaðan að það er ekki öruggt, þá má auðvitað ekki gera það. En á þessu stigi þá var þetta það sem kom fram í umræðinni. En væri þetta þá ekki sem sagt þetta Sörlaskjól og Faxaskjól? Eru þið ekki komin bara til móts við fiskbúðina? Er svo mikið af Við getum ekki farið lengra en það. En svo líka að gera frá Æsi með fram Nesvík. Já, ég skilji. Það er annað verkefni. Það sem ég ekki aðtóðsum. Já, ég skilji það. Ég man bara ekki eftir þessum pælingum með að hafa hjólastíg í framhaldi af Ægisíðinni yfir á Nesvík. Og ég man bara ekki eftir þeirri umræðu per se, sko. Ég man bara eftir þessari pælingum með að vera með það sjónum og mér finnst það mega fullkomið senn. Ég sá þetta poppa upp einhvers staðar á einhverju plani, en það hefur verið mjög takmarkaðar upplýsingar sem við getum fundið þetta. Þarna kemur við bara inn í eitt af þrástegunum mínu sem bara er erfitt að finna gögnum nokkuð skapaðan hlut. Já, nokkuð skapaðan. Það eru ákveðnir hlutir sem bara eru ekki aðgengilegir. Varðandi öryggismál, það er svona grasræma meðfram og hluta henni er svona stöðugt moldarflag vegna sem fólk gera ganga og hjóla á henni vegna þess að gangstéttin er svo græn. Svo ein leið til að útfæra þetta til að gera hana strax til bóta væri að útfæra henni eitthvað svipað eins og Birkimönnu. Það væri bara breiðari gangstétt. Ég var einhvern tíma að skoða þetta nú, þurftum við kannski bara að setjast niður og pæla svolítið. Ég sýndist það eru nokkuð bílastæði sem eru svona svolítið þvert á. Mér finnst þetta ekki vera það mörg og það væri líka hægt að snúa þeim. Þannig að það væri í stefnunni, þá væri hægt að koma jafn mörgum bílastæðum fyrir þarna í þessu átt. En þetta er kannski eitthvað sem við tökum fyrir kannski öðrum bakgrunni. Það sé stærra vandamál heldur en að þú gerir þig yfir. Það er talsvert af innkirtlum inn í og sumt af þessum bílastæðum gengur bara ekki í. En innkeyrslan er raunverulega þegar, hvort sem það er göngustígur eða göngu- og hjólastígur. Það gerir ekki öruggari að hafa grennri gangstétt. Þannig séð. Svo ég sé aðalega þú komum með breiða gangstétt eða breiða stétt sem á að vera þó ég gerði fyrir að það verði ennþá hraðari hjólaumferð heldur en það núna. Ég myndi reynda að segja að ég myndi ekki búast við því vegna þess að hraða hjólaumferðin hún er á gullum. Þetta er aðalega fyrir hægari umferð til dæmis barna sem væri þá þessu. Til dæmis á Birkimönnum, það er enginn að gunna eftir göngu- og hjólastígnum á Birkimönnum. Það er þú ert að fara hratt á eftir brot á götunum. Já, eða þá tekur þú hjólastígur sem það með sjónum. Og það verður þá hjólastígur alveg sem sérstæður. Það er keyrt alls rætt á göngustígunum líka á hjólum víða. Þannig að það er svona maður heyrir bara eins og lest að fara fram hjá heima. En það var bara fyrir það sem ræða þessum lið, þannig að við stoppum það.
Við færum okkur yfir í lið 5 nærþjónustukjarni innan íbúðabyggðar í Skerjafirði og breyting á aðalskipulagi. Þetta hér fylgir bréf og það verklýsingin sem kannski áhugaverðast að fá með þarna. En það snýst að breyta lóðinni Einarsness 36, þannig að það verður felld út sem nærþjónustukjarni og það verður bara almennar blandnotkunar heimildir fyrir íbúðabyggð þar. Þetta húsið þar sem Bike Cave var. Já, einmitt þarna á horninu. Já. Þetta var skilgreind sem nærþjónustukjarni sem þýðir að á jarðhæð þar á að vera einhvers konar þjónusta, til dæmis getur verið lítil matvörubúð eða veitingahús eða þess háttar. En það með hliðsjón til þess að það mun koma nýbyggð eða risa nýbyggð austar í Skerjafirði, lagt til að fella þetta út þá leyfa frekar að hafa gististaði eða íbúðir. Það að fjölbýli það? Bara það má vera að fólk má búa þar. Já, fyrir að það nærþjónusta. Þarf ekki að vera nærþjónusta. Nei, en það alls konar hvað sem fylgja það að vera með skilgreinda svona nærþjónustukjarna. Og það hérna í þessu skýrslu þar líka allar nærþjónustukjarnar í Vesturbænum vistaður, þannig að það hægt að skoða það, en þarna sjáum við einmitt kortið. Við fáum allt kortið þarna. Það sjáum við allar þessa kjarna, þar líka teiknað inn hringi sem með 300 metra radíus. Þannig að við sjáum hversu stór hluti af byggðinni í Vesturbænum sem þá í nærumhverfi nærþjónustukjarnanna. Þetta eini kjarninn í Skerjafirði eins og en sem sagt það áætlað að það mun koma stærri kjarni í nýja Skerjafirði. Sem inn í þessum radíus? Já, hann reyndar aðeins út fyrir. Já, þannig að þessi rauði? Nei, þetta nýji borgarhlutakjarninn. Þetta hugmyndir. Við með borgarhlutakjarna sem í 107 núna. Svo við allar nærþjónustukjarnar sem voru þannig á hinu kortinu. Hugmyndin núna að fella út nærþjónustukjarna á Einarsnesi og frekar bara skilgreina þessar borgarhlutakjarna í nýja Skerjafirði sem mun vera stærri. Hugmyndin að það mun vera stór matvöruverslun og alls konar annað í boði líka. Og gamli kjarninn að gera þetta. Hver óskar eftir þessu? Bara íbúar eigendur eða? Þetta breyting á aðalskipulagi sem við erum umsýslunaraðili. Hvenær eigum við að skila umsögn? Þetta til 9. ágúst, finnum ég að það ekki rétt. Jú, ég sé það. Já, til 9. ágúst, þannig að það rauninni núna við ákveðum að við viljum gera þetta. Svo getum við þetta gert eins og við hefum gert áður að fela formanni að skila inn umsögn fyrir hann ráðsins. Og þá munum við bara vinna þetta saman yfir sumarið, skila inn í ágúst. Þetta semst þá bara spurningu þessi þjónustukjarni sem núna hann verði ekki lengur þar og hann flytist í þessa nýju byggð. Sambærilegt, stærra apparat fyrir þjónustu verði þar. Ekki það sem þú segir? Það hefur náttúrulega verið þjónusta þarna í þessu húsi svo lengi sem ég man þetta en hún aldrei þrifist. Aldrei þrifist, af því að það svo stutt í búðum, stærri verslanir. Nei, ég finnst frekar þegar þessi fáir íbúar þarna. Já, það líka það. En
fólk ekkert að fara þarna sko að kaupa, þá sér þá bara í Krónustad. Ég man það þegar það var þeir sem veitingastæðar. Já, ég var þegar ég var krakki og þá var þarna svona lítið kjörbúð. Já. Og mínu vinir sem að bjuggu í Skerjafirðinum, þau versluðu þarna. Það var bara, þú vantar að sækja mjólk. Já. Vandamálið var að það voru bara ekki rosa margir sem að bjuggu þarna. Nei. Svo jafnvel þótt þú sért hérna nær umhverfis verslunin, hverfisverslunin þarna, að það voru bara það fáir sem að kaupa, þannig að bara ertu ekki að fá nú mikið í auki bara til þess að halda versluninni. Nei, það var andamót, þau voru að leigja út alls konar hoppukastala og allt mögulegt annað sko til að það er ekkert að halda þess að bara gekk ekki sko. En ég veit til dæmis að með Sólrúnar Pétursbúð, að þau eru með mjög lítil búð, en þau eru með það marga viðskiptavini. Já, þetta er svo þétt. Það er miklu þéttari. Og Skerjafjörðurinn hefur bara ekki verið með massan. En með þessu nýja hverfi, það sem myndi ég segja hvað er mjög synd að það væri ekki hverfiskjarnin í Skerjafjörðunum. Bara skiptir rosalega miklu máli upp á lífsgæðin, að þau eru ekki alltaf að fara einhverja lengri vegalengd til þess að sækja mjólk og brauð. En ef einmitt uppbyggingin í nýja Skerjafirði kemur og þar verður eftir að fyrir hverfiskjarnin, þá er það bara rosalega jákvæð. Og ef það er hamlandi fyrir sko núverandi eigendur þessa hús að þurfa að vera með einhverja verslun og mega ekki nýta þetta fyrir íbúðabyggð og sem verður engin verslun á þjónustæðina vegna þess að ber sig ekki þangað til, þá kannski bara allt eins gott að skera þau snörinu og leyfa þeim að gera eitthvað gagnlegt við. Ég held sem þessi í Kyrrðarni gær sko framhjá, ég held að sé bara engin starfsemi með það. Nei. Ég held ekki sko, það er bara búið að loka þessu alveg. Og bækir sko þegar þau opnuðu var þetta bara mjög vinsælt. En það hefði ekkert verið þarna í nokkur tíma og sem kemur og þetta var bara að fylla upp í gagnlega það. Og þetta var bara rosalega skemmtilegt andrúmsloft og fínir borgarar og góð viðbót. En sem þarf þetta náttúrulega bara að bera sig í gegnum allar hæðir og æðir. En játtum ekki á hvar er þessi rauði depill? Er hann ekki bara miðum flugvöllunum? Jú. Það er langtímaplanið, en svo er appelsínugulið þarna aðeins vinstri, það er hverfiskjarnin. Þar sem það er hugsað að þá verði og eitthvað fleira. En það eru, sko, við sjáum þarna listan neðst og það er græni, það er nærþjónusta sem eru þessi litli kjarnar út allt, þessi hverfiskjarnar sem eru fyrir aðeins stærri svæði og hverfiskjarn í Vesturbær er núna bara 1.907 og svo borgarhlutakjarni verður svona stærri. Það er þegar við erum með heila borgarhlutar. En sko verður þetta nokkuð tíma svona? Verður þetta nokkuð tíma? Sko ég menna það eru 20-30 ár þannig að flugvöllurinn hverfur, eftir því að talaður allavega núna. Já, við munum ekki, því miður ekki fá ákveða að fara að gera núna. Nei, ég veit það. En allavega þessi þarna sem er, það sem að guli punkturinn er, þar gæti þetta orðið ekki innan langs tíma kannski. Já, það er náttúrulega á áætluninni að setja nýja Skerjafjörður í sig. Það er að koma líka skólinn í grunnskólinn. Grunnskóli. Fyrir Skerjafjörður. Já. Nýr skóli. Já. Þetta meðlaskóli er. Rúkinn getur ekki tekið meira. En þarna er með sko íbúar í nýja og þessum stóra og litla Skerjafjörð. Þau eru ekki nógu stór til þess að bera heila skóla, en með fleiri íbúar og það er hægt að vera með skólamæði. Það spilar svolítið inn í það sama. Skerjafjörðin hefur alltaf verið aðeins undir. Það var erfitt að vera með krakkarna, sko, maður átti alltaf að vera að keyra og sækja. Það var þá sko stærri byggðin í Skerjafjörð sem ber skóla, sem ber hverfiskjarnana. Við gerum þetta miklu gott að hverfa. En spurningin er, viljum við senda inn umsögn
og ef já, þá gerir ég ráð fyrir að við munum ekki móta svoleiðis hér á fundinum. Við ætlum ekki að taka meira tíma í þessu umræðu. Og þá, ef að svarið við fyrirspurningu verður já, þá legg ég til að mér verður falið að skila svoleiðis umsögn með hönd ráðsins. Viljum við skila umsögn? Ég var alveg til í að nefna eitthvað eins og það sem ég nefndi áðan, með að synda að vissa þetta, en ef það ber sig ekki, þá náttúrulega ber það sig ekki. Kannski er það bara betra fyrir íbúana að geta nýtt þetta svæði í eitthvað gagnlegra með því með því væntingum að það sé að koma hennar berjuskefni eftir einhver ár. Og hvort það sé líka að það sé vegna íbúafjöldans eða er eitthvað stjærnfræðilega á leiðan eða skilur. Við munum auðvitað vinna þetta í samráði, þannig að það mun bara öll muni fá tækifæri að komast að með sínum sjónarmiðum og svo móta þetta. En þá verður samþykkt að fela formanni. Já, í samráði við fulltrúa ráðsins að skila inn umsókn til tilskilfresta því að þið hittist ekki áður. Nei. Og umsögnin verður svo þá lagt fram á næsta fundi. Já, samþykkt. Já. Flott. Þá færum við okkur yfir í lið 6, stækkun á gjaldsvæðum bílastæða. Og þetta hafum við líka saman við alla umferðar öryggis umræðum sem við hefum verið með. Við sjáum hérna lista í tillögunni að Seljavegurinn allur verður gjaldsvæði á Vesturgata milli Ánanaustur og Stýrimannastigs. Það er allt í Vesturbænum. Er einhver sem vil tjá sig? Það er mikil óánægja náttúrulega með þessi bílastæðagjöld. Eina sem ég get sagt, ég meina ég bý hérna í miðbænum og fólk segir bara, það er ekki þetta að koma til þeim því það er svo dýrt að leggja. Þú veist, þetta eru fleiri þúsund, ef þetta eru kannski 4-5 tímar. Þannig að ég veit ekki. Hægt að fá bílastæði. Já. Það er annars ekki alltaf. Ég finn mikið mun eftir að það var sett gjaldskyldu í kringum þar sem ég býr. Já. En nú eru alltaf laus bílastæði. Ég hef heyrt óánægju á fólki sem er að fá þetta yfir sig, áður en að það er yfir sig, síðan sér það einmitt það íbúðarkort og það er allt í orðin laus svæði. En hafa hins vegar heyrst af svona einhverjum jaðartilfellum þar sem að bara gamalt hverfi, það er kannski fólk sem býr í nokkrum íbúðum á sama fastanúmeri og það bara hefur ekki verið uppbætt, þá fá þau ekki íbúðarkort. Það er svona hluti sem að væri voða gagnlegt að einhvern veginn að vinna út úr því og leysa þetta vegna. Það er náttúrulega afleitt þegar eitthvað kerfi virkar eftir forsendum sem bara eigi ekki við þig. Og það er eitthvað sem að væri alveg verðt að skoða. Hins vegar er ég líka heilt óánægður hjá fólki sem býr rétt fyrir utan gjaldsvæði. Og það er svona hugsaður það að stækka þetta með hóflegu gjaldi sé bara gagnlegt. Með hóflegu gjaldi? Með hóflegu gjaldi, þá spurning hvað er hóflegt gjaldi. Ég hef líka heyrt þetta með að gjaldskyldu tímabili hafa verið seinkað til 9 og þarna kemur inn í það eru gerðar einhverjar mælingar, talningar og þetta er byggt á því og það hefur voru gagnlegt áhugavert að sjá bara það er gott að fá einhverja skýrslu og nú veit ekki búin að lesa þessa skýrslu en að athuga af hverju er þetta hækka og hvernig er gjaldið stillt af. Ég veit það í San Francisco sem við erum ekki, en það er bara í rauntíma uppfærsla. Það er bara, ef það er mikið akkur núna, þá bara kostar það meira og það er til að reka fólks í burtu. En þetta er svona ákveðin leið til þess að tryggja bara gagnlega nýtingu. Fólk er bara að kaupa sér fleiri og fleiri bíla og
svæðið okkar til þess að parkera bílum ekki að aukast. Þá náttúrulega verðum við bara að passa að bílar sem ekki í notkun séu ekki á svæðinu. Og ég þekki það bara í hverjum mínu þar sem ekki gjaldskylda, að þar mun koma gjaldskylda á háístæðin. Ég sé það oft á Háskóla Íslands svæðunum. Það var til dæmis bara Páskana, átti leið þarna framhjá seint kvöld. Það var bara slattið af bílum. Já, svo ég hugsa að það fyrir ekki og þessi bílar, sko, ef það ekki gjaldskylda, að þá náttúrulega leggur fólk þar. Og aftan við Sögu, það var risastór sleðakerra sem var búin að vera þar undanfarin ár. Og þetta náttúrulega bara fólk finnir sér einhvern gagnlegt pláss. Og ef það gjaldskylda á háístöðunum svæðunum, en ekki í hverfinu í kring, að þá er bílarnir bara fara þangað. Þetta einmitt til dæmis bílar sem ekkert í neinni notkun. Og ein leið til þess að gera stæðin aðgengileg fyrir fólk sem virkilega þarf á þeim að halda, að setja hóflegt gjald. Og þá bara spurning, hvað hóflegt gjald? Það einhver samtal sem við þurfum að gera. Eins og þá myndu þessar breytingar hjá okkur, það núna P2 þarna á svæðinu, sem 220 krónur á klukkstund. En til að komast upp í mörg þúsund þá þurfum við að leggja ansi lengi. Það sko í kjallarann hjá mér þarna. Já, í bílakjallarann, það allt annað. Það alveg rosalega. Það leggja á... Það 3 mismunandi verð, sko, eftir því hvort þú ert hjá Hörpunni eða einum megin. En það náttúrulega að leggja á... Ég til dæmis núna, þegar ég var að koma beint úr vinnunni og þurfti að vera akandi og eitthvað. Ég legg skammt frá inn á kjöldinu. Ég að borga fyrir fólktíma einhvern 500 kall. Já. Og það finnst mér sko... Það alltaf leið. Já, og ef ég að heimsækja einhver, þá allar sko kostar þetta einhvern penning, en það kostar að borga fyrir rafmagn eða kílómetra eða bensín eða eitthvað, eða fyrir strætisvagn. Svo mér finnst það engin svakalegur peningur, líka upp á það, þá var það ekki lagt fyrir utan stæðin ef við komum heim. Og getur lagt í 3 tíma fyrir saman sem það myndi kosta fyrir stræt og eina leið. Já, ég veit ekki. Eina leið. Já. Og stæðin þá líka heppin, þá ertu ekki of lengi hjá honum? Já. Það ekki fara að koma til það. Bætir bara við 2 tíma. Viljum við skila umsögn? Það ekki, ekki bókað. Það búið að samþykkja þannig að við höfum hvað sem ekkert þetta að segja. Nei, við getum alltaf tjáð okkur, en þetta slagt fram þessu breytingar til upplýsingar. Það verður kannski sko eitthvað einmitt bara vegna sem við höfum ekki nógu mikið að ræða að taka það fyrir á einhverjum tímapunkti þar sem við getum kallað eftir upplýsingum af hverju þetta eins og þetta hvernig þetta að ganga. Það til þess að bara fólk átti sig á því á hvað vegferð við og við höfum við gengið til góðs. Þetta, maður bara aðeins, þetta bílafræði kjallarinn hjá mér, það eru 3 mismunandi aðilar sem var útvistar til þeirra og þeir bara geta sett hvaða prísi með, sko. Þeir bara leigja þetta og svo bara geta þeir ráða því hvað rukka. En í sambandi við bílakortin, það var mitt ein athugasemd því ég talaði hana Öldu í gær, sko. Við vorum bara að fara yfir það sem að yfir umræðu. Og þá var hún að segja, sko, það hefur komið kvartanir yfir því þar sem einmitt þú varst að tala þar sem margir eru búa og bara 1 bílakort og kannski 5-6 manns í heimili, sko. En það var kannski bara spurning að En hægt að fá þá annan bíl, fleiri bílar eða fleiri kort? Nei. Í svoleiðis tilviki? En þetta hluti af því sem við vorum að fara yfir áðan með það sem kom frá íbúafundirum, borgarstjóra. Þetta verkefni sem íbúar hafa óskað eftir og tengt fyrir. Þannig að ég gerir ráð fyrir að það komi einhver umræða íbúakortin og bílastæðumálin fljótlega. Og það fast við bílnúmer? Já. Já, einmitt. En síðan sko þetta mögulega bara spurning að það þurfi bara að fjölga fastanúmerum á húsi og það bara hefur ekki verið gert. Nei. Og þetta kostar einhvern pening en
þarf kannski bara að gera þetta, þetta er bara ekki verið gert vegna þess að það hefur aldrei verið þörf á því. Nei. Við erum alltaf búið saman í sama fastanúmeri en ég er mjög hluta og þú er på þinn hluta, það er bara að vita, sko. Hvað er fleiri bíl á fastanúmeri? Já, nei, það er bara, það verður ekki borga meira fyrir það. Borga meira, já, það er eitthvað. Það er ekki frítt að eiga bíl. Þú bara borga eins og venjulega bara sem leggur þarna fyrir utan þetta. En það er þessi tvennt ólíkt sko að vera með einn aukabíl per fastanúmer og sko að vera kannski með 8 á fastanúmer. Það er svona, þessu muna á. Þá skulum við ljúka þessum lið, segja þetta er gott. Næsti liður á dagskrá er málefni hverfisins. Það var hægt að varpa fram núna hugmyndir að umræðum sem þið viljið taka í haust. Þetta þessi fundur misshausins. Þannig að ef það er eitthvað sérstaklega sem þið vitið af núna, sem þið viljið ræða í haust, þá er hægt að koma því að. Annars er líka hægt bara að láta mig vita og svo setjum við það á dagskrá í haust. Við erum bara rætt ýmislegt og við vorum komið með einhver atriði sem við ætlum að taka fyrir í næstu framtíð. Fylgjum sér þetta af íbúafundinum, þá komum við ákvörðum samgöngumál og aðgengi, gangandi og svoleiðis. Það verður gaman, nú er svolítið erfitt vegna þess að við erum kannski svona taka fyrir bara svona óljósluti, það er erfitt að kafa ofan í eitthvað eitt sem kannski ekki er endilega mandatið okkar, en við tökum bara til dæmis Hofsvallagötuna á Hverfisgötu, að hún er borgarkjarninn okkar. Já. En það hefur lítið verið gert fyrir hana, nema bara að það er búið malbyggan núna efri hlutan og núna neðri hlutan. En það er einhvern veginn ekkert verið að nýta þessi tækifæri í eitthvað aðeins stærkt. Já. Nú verðum við svolítið hugsað og ég ætlaði að fara að skoða þetta en ég komist í það. Gönguþjóðurinn, við komum milli rétti Hagavagnum, milli Hagavagsins og Kaffi Vest. Út af sundlaugun okkar Ástkjarrið. Já. Nú er hún komin svona. Og Kaffi Vest líka, það er svo vinsælt. Þetta er frábær þverun. Og breið og allt. Málið bara það. Það var gerð þverun þarna fyrir nokkrum árum í hverfinu mínu sem var settur einhver peningur í. Og það er svona spurningin, af hverju fóruð ekki bara alla leið? Hvað er það sem að Þú meina bara að loka þessum hluta? Nei, að hún, þverun sem var gerð í gegnum hverfið mitt verkefnið var sem að búa til fláa við gangsýnum sikur megin og gera svona litla eyju með gatið var ekki. Það var ákveðið fyrir ekki að lyfta þveruninni í plan eins og við búið að gera núna. Og spurningin var að af hverju við þurftum að rífa upp eitthvað hvað það sé, þegar þetta er 6 ára gamalt verkefni sem kostaði einhverja 100 ára á minnsta kosti. Tvíverknaður. Það er það sko. Og það er svona nokkur dæmi sem ég sé, hvernig við erum viðhaldi, sem ég hugsa bara af hverju erum við að spara okkur eitthvað til þess að geta komist í fleiri verkefni sem ég skil fullkomlega. Við viljum ekki vera gullhúða eitthvað eða gera þetta eitthvað brjálæðslega flott vegna þess að þannig að komast við ekki í eins mörg verkefni við viljum. En einhvers staðar er þetta balans. Ég velti fyrir mig hvort við séum með rétta balans. Það er hluta til leyfi mér að efast það vegna þess að það virkar stundum svolítið eins og þetta sé á borðum ólíkra deildarinn borgarinnar eða einhverja sílóa. Svo ég er svona velta fyrir mig hvort okkar hlutur gæti kannski verið að setjast aðeins niður og athuga annars vegar bara forgangsröðun okkar, eða nei, samlegðin eða þessi ákvörðun að taka hvað við gerum, hversu langt við göngum í hverju skrefi rétt og sem væri gaman að athuga fyrir stað að ná svona lykilstöðum í hverjum okkar eins og Hofsvallagötunni. Og er ekki bara komið tíma á þetta, af hverju hvar erum við í forgangsröðuninni og er það réttur staður? Þessi framkvæmd sem er núna, er verið að setja eyjur sem eru upphækkuð, ertu að segja það? Það er verið að
þessi þverunin, hún sem komin bara sem í svona hraðahindi, í svona öldu, mjúka öldu. Þannig að sem þegar þú ferð yfir, þá ertu ekki að fara yfir á malbikuðu götunni sem þú fláir með það. Það sem þú bara svona, afsakið má ég komast yfir í það að þetta sem svona alda, hellulag, þar sem að þú í raun og veru varpar bara með barnavagninum, bara beint yfir. En það í raun og veru bílunum sem þegar ég að keyra, þá finn ég fyrir því að ég gestur hérna. Og það er miklu meira. Já, það bara fínt. Er það sama stað og var gert? Já. Svo ég held að sé svona atriði í gangi, sko. Algjörlega. En svo fengið fugglahúsin og allt. En það er svona hlutir og það er eitt atriði sem að ég verið svolítið hugsið yfir. Það er með, og nú erum við kannski komið bara svona almenna umræðu og stoppar eða vilt færið einhvern annan. Já, Duna í Hjarðarhagi, þar var sem sé núna, voru ekki ræðið síðast? Það síðast, Duna í Hjarðarhagi, að það sem sé gangbrauð einum af 4 öngunum. Það stöðvunarskylda á einum, það stöðvunarskylda og svona fláar á 3. og 4. ekki neitt. Það ekki fláar, ekki neitt. Og þeim hluta var sem gangsendin endurnýjuð til að búa til strætóstöð, bílastöð, þessi strætóstoppustöð. Og þá var þessi bútur endurgerður og það svona, hefðum við átt að nýta tækifæri til að stíga skrefið lengra vegna þess að þetta sem skilgreið gönguleið barna í skóla. En þegar ég ræddi við starfsmanninn í borginni, skipulagsskinu, að þá var hann að tala um já, það bara öðrum megin. Nefnum frá þeim megin sem að þessi gönguleið var skilgreind og þau töldu sér bara sleppa með að vera bara með öðrum megin. Það er sem þeim megin sem var Hagaskólamegin, þar sem að gangstéttin var undirtekin undir framkvæmdir í einhver ár og sunnamegin við Hjarðarhagann, þar engin gangstétt vegna þess að hún var rofin fyrir uppbygginguna af Dunhaga 1820 og hún ekki komin enda. Og gangstéttin bara endar og sér núna þar sem að eiga að vera svona bílastæði samhliða fólk að leggja bara þvert á hana. Þannig að það ekki hægt að komast. Þau leggja bara upp á þessum grindverkum sem þarna. Svo það ekki hægt að komast með göngustöð. Það alls ekki að komast á hjólastóð. Ég alltaf hægt að keyra þarna. Ég alltaf hægt að keyra þarna, sko, fram hjá Melaskóla og svo Hagaskóla. Þú veist, bara að þið veit aldrei hvað gerist þannig, hvaðan börnin koma og þú veist, þetta rosalega eitthvað ótraustur staður fyrir börn. Þú tala alveg út við, bara nær sjónum að Dunhaga og það sem að Já, það er ekki já, ég ætti að vera að tala um Melaskóla og Nei, ég er að tala um þarna sunnar. Hjarðarhaga, en það sambærilegt kannski. Þetta alveg... Það sérstaklega spennt núna, sko. Og það mjög sorglegt, sko, að þetta hafi verið tekið út og það virðist ekki vera, ég spurt út í það, þetta virðist ekki vera komið með neina dagsetningu hvenær þetta ráða tíð, þetta bara einhver tíma. Og meðan sem þessi skilgreinda gönguleið, þá það rauninu þurfa krakkarnir að fara yfir götuna, fara aftur yfir Dunhaga, framhjá þessu, aftur yfir Dunhaga, til þess að komast yfir. Og meðan það voru framkvæmdir ennþá í gangi og þá í rauninu hefði þurft að fara tvisvar í viðbót. Þannig svona, þetta suboptimal og ég skil alveg, og ég held að skiljum við öll, að við getum ekki verið með allt hitt tótt alltaf. Það bara alltaf dýr. En ég velti fyrir mér, erum við að láta hlutina drabbast niður og ekki sinna þeim og erum við að sinna viðhaldi og ekki nýta tækifæri til þess að stíga skrefið enn og fyrir. Tómasarhaginn var, Tómasarhaginn var malbygganum daginn og það með því að gangstíð öðrum megin. Þetta þannig sem róleg gata en það mjög breiðar, gatan sjálf mjög breið. Spurningin eigum við að breyta því eitthvað? Það lítil umferð, við þurfum ekki þess að breyta götu.
svona hluti sem bara, ég held að kom ekki einu sinni til skoðunar vegna þess að það bara, það einn hópur sem sér bara malbika, þau sér bara malbika og þau bara malbika eins og það var. Þannig annar hópur sem sér umhverfið, þannig annar hópur sem sér viðhaldi. Við höfum líka talað að taka Vesturbæinn upp svona heildstætt og við höfum ræktað og reynt að flytja þeir áður. En þetta eitthvað sem við verðum bara að halda áfram með. Hörður. Já, þetta fellur kannski mál með hverfinsins, ég veit það ekki, en allavega ég vildi upplýsa ykkur að hann í kveð ykkur. Ég þarf að fara að rjúka. Já. Það sé starfsemi Vesturmiðstöðvar skrifstofunnar sem var löguð í 77. Við erum búin að færa okkur aðeins og set allavega í einhvern tíma með að vera að taka húsnæði þar í gegn á Laugaveginum. Við erum komið með aðstöðu á Austurstræti 8-10 sem eru gömlu skrifstofunnar hjá Alþingi sem þarna í horninu við hliðina á Amerikabar og NASA. Labbað inn frá Austurvelli. Það ekki að vera í 2 ár, það ekki? Ég held að sé best að segja sem minn sko, en ef allt gengur eftir áætlun þá segja ár, en við vitum alveg þegar það farið í risaframkvæmdir þá geta það tekið mikið meira. Já. En 2 ár, já, ég held að sé ekkert kannski óraunhæft, en allavega við ætluðum ekkert endilega kannski að flytja alveg strax með allt saman, en það var bara staðan var orðið þannig að við ákváðum að kýla á þetta, þannig að við erum öll flutt núna niður í Austurvelli. Þannig að þið vitið hvað er þetta að finna okkur ef við þurfum að leita okkur. Flott, takk fyrir það. En ég ætla bara að kveðja ykkur og bara hafa það flott í sumar. Já, Takk. Ok, takk bless. Þá ljúkum við þessu lið og leið ætla ég að ljúka loka fundinum þegar við ætlum að taka fyrir greinagerð vegna styrks í borginni okkar. Þannig að við skulum slökkva á streymi.